Góðan daginn. Konni sjötugur. Hver er Konni sem er orðinn sjötugur? Fæðing drengs. Konráð Rúnar Friðfinnsson er fæddur 24. september 1953 á Hvaleyri við Hafnarfjörð, í koti sem Halldórskot heitir. Hvenær húsið Halldórskot er byggt veit ég ekki, en giska á fyrir aldamótin 1900. Á flestum bæjum Hvaleyrar fer fram heyskapur á sumrum og sjást heysáturnar í röðum þar á túnum eftir þurrkun heyja, með yfir sér klassíska strigadóka. Allar þessar heysátur bíða hlöðunar, tugir svona heysáta þekja túnin á tíma heyskapar sumarsins. Á Hvaleyri eru hundar, hestar, kýr, kindur, geitur, geithafur og sögulega hrossið hæringur. Við hæring eru Hvaleyrar krakkar sammála að vera hrædd. Sjálfur man ég bara eftir hrossinu hæringi, en er sagt af mér eldra fólki að þar hafi verið fleiri hross. Á Hvaleyri er ég mjög ungur og styðst talsvert við fregnir mér eldra fólks að lífinu þar. Ásamt ljósmyndum sem til eru frá þessum tíma, mannuðu þetta sumt sjálfur og reynir að halda mér þar. Vorið 1960 flytur fjölskyldan af Hvaleyri og til Kirkjuvegs 19 í Hafnarfirði eins og gata þessi þá hét. Haustið 1961 hóf ég skólagöngu í Lækjarskóla Hafnarfjarðar. 1968, eftir 2 vetur í gagnfræðaskóla Flensborgarskólans í Hafnarfjarðar, lauk skólavistninni. Það skyldunámi lokni blasi við frelsið, eins og ég upplifði atburðinn. Er í dag þakkláttur fyrir námsár mín þó ekki hafi ég aftur sest á skólabekk. Ekki man ég lengur hve margir sögðu við mig að eftir þessu muni ég sjá alla tíð. Sá dagur er ekki enn runnin upp. En hvað veit maður, og hvert okkar gengur ekki í veg mennta í lífi sem er einn allsherjar skóli. Foreldrar. Móðir mín er Lilja Sigurðardóttir, fædd 13. október 1913, dáin 12. janúar 2000. Eftir að börn hennar fæðast, annast Lilja börn sín og gerir aðalstarfi og þiggur starfsheitið húsmóðir sem á þessum árum er gildur og viðurkenndur starfstitill í opinberu kerfi, á nokkra réttinda nema uppeldi sjálft. Faðir minn er Friðfinnur Kjarnesteð Konráðsson, lengi matsveit, á mest fiskibátum, svolítið á togurum og einnig farskipum. Pabbi er fæddur 3. apríl 1920. Hann lést fyrir utan heimili sitt Hverfisgötu 18 í Hafnarfirði 5. febrúar 1988. Er sjómennsku pappa lauk starfar hann á Hafnarfjarðarbæ. Hvaleyri. Hjartakot, Pálínukot, líka nefnt það, er austasti bæra Hvaleyrar svæðisins. Í Hjartakoti bjó meðal annars Magnús Benjaminsson og bústýra hans Pálína Margrét Þorleifsdóttir. Pálína andast 8. desember 1954. Sjálfur man ég ekkert eftir fólkinu í Hjartakoti né hvernig þar hagar til, herði síðar af og til Hjartakot. Á sveitabænu Hvaleyri man ég eftir Skúla, Óttari, Sævari og Sigga, en nógulegast eftir Sítu, systir þeirra. Siggi er yngstur Hvaleyrarbæja systkina og Skúli elstur.
Einn drengur bjó í Sveinskoti, austan Halldórkots, Grímur. Hann blandaði ekki mikið geði við hinna krakkana. Grímur í árum saman á trillu út á flóan og aflaði tekna grásleppu veiði og grásleppu hrogna verkun. Margir muna en geðþekka Grím grásleppu sjómanns í Hafnarfirði. Gegn Sveinskoti til söðust yfir veginn að fara stóð Sunnuhlíð. Sunnuhlíð á þeim dögum sumarbústaður í eigu Björgvins og Höldu konu hans. Þau bjuggu í Hafnarfirði, Björgvin í Sunnuhlíð áttum tíma 12 strokka Lincoln bifreið, mögulega Lincoln VAF-12 Sepir árgerð 1936, sem Ragnar elsti bróður minn eignast kannski miðbygg 7. áratug seinastu alda og eftir honum Birgi bróður minn, næsta elstur Liljubarna. Hve lengi bifreiðin eign Björgvins og fjölskyldu mér ekki kunnut, né hvernig bifreiðin til komin, heyrði drepið á innflutning bifreiðarinnar. Man ég eftir ferði Lincoln bifreiðinni sem stöðvast við hlið mér og Birgir undir stýri og ég á leið heim frá Hvaleyrarlóni, en þangað var oft farið. Ferðin á sinn hátt merkileg. Man ég að ég stóð við glugga bifreiðarinnar og horfði út og upplifði landslagið þjóta fram í augum mínum. Ætli aldur minn hafi ekki verið í kringum 4 ár. Einnig mér minnist að nokkur bensínlykt í bílnum. Hve lengi Lincoln bifreiðin í notkun veit ég ekki, en tel að Lincolnin hafi verið skilin eftir í hlöðunni við kvöddum bæinn vorið 1960 og bíllinn komin úr dreift fyrir nokkru. Lincoln bifreiðin stóð lengi á Sandmel skammt frá Sörla hesthúsunum neðan við kirkjugarðin í Hafnarfirði, orðin beinagrindin ein. Ýmislegt var skilið eftir á Víðavangi þá daga og á tímum öllu sorpi Hafnfirðinga sturtað beint í sjóinn við Straumsvík. Björgvin og Hulda í Sunnuhlíð eru foreldrar Boggu, Sittu og Helga sem oft léku sig með krakkaskara Hvaleyrabæja. Fullt nafn Hvaleyrra fólks veit ég ekki, voru aldrei nein önnur nöfn notuð en þessi nöfn. Eftir að Þórður og Hulda alfarið flýti á Sunnuhlíð húsið stundartaki leigt hjónum á landsbyggðinni með nokkur börn sem búa þar í nokkra mánuði og áður en þau fá inni í Vesturbæ Hafnarfjarðar, mikið ágætis fólk. Í Vesturkoti, vestastið bær Hvaleyrrar, man ég ekki hvort voru krakkar og minni sjálfur bara fullorðins fólk sem ég þekkti aldrei neitt en mannafni Gísli, gömlum manni sem ók jeppa af held í Villiskerð, frekar en tegundinni Land Rover. Bifreið manns bar hana við fyrir augum mín og ýmist heimleið eða í gagnstæða átt. Gísli bjó í Vesturkoti. Í Vesturkoti eitt fyrsta minkabú á Íslandi. Íbúðarhús Vesturkot húsið sem gólfklöpurinn Keilir nýtir í upphafi gólfstarfsemi sinnar á Hvaleyri. En óvarulegi hæringur. Ýmsar sögur fara á Hvaleyrarhrossinu hæringi. Sortur lagt að sögur á honum varu sannar. Í minningunni litur hærings hvítur, kannski var hann grár. Ástæða ótta krakkana veit ég ekki. Held að hæringur á átt til að elta krakkana þau gengu Hvaleyratún fram og tilbaka. Oft sá maður hæringin að girðingar á túnblettinum sem tilheyrir Hvaleyrabæ og fastniðu við veg sem tengir þessa 4 eða 5 bæi saman. Stundum breytan gras utan girðingan. Man ég eftir honum stinga haus inn á ganginum í eldhúsi Halldórskot og mömmu reka hann öguan út og skella hurð í lás. Skellurinn herti á flótta hæring og hleypti á harða stökk. Hélt að sjálfur hæringur var mættur. Ástæða komu hærings að fyrir kom á góðri stögum sumars að útihörg Halldórskots standi opin upp á gátt og beinleið fyrir hross á vappi fyrir utan að vinda sér inn fyrir, ganga nokkra metra en gang,
heilsa upp á fólk í eldhúsi og hrökklast öfugu tilbaka. Eldhús vistu vera fólks og staðurinn sem fólk eldar mat í og borðar sinn mat. Hestur mettar sig í haga. Stundum gleyma bændur að loka gatavillhliðum þeir ganga þau og húsið tekur eftir og læði sér út og endar inn í eldhúsi. Hross í heimahúsi strax rekið út. Sögur og roskin hæringar og alls konar og lifa þokkulegu lífi í krakkahópnum. Hæringu gerði þetta og hæringu gerði hitt og það allt. Geitur og ægilegu geitafur. Á þessum tíma á bænum Hvaleyrið geitur og ægilegu geitafur sem átti til að stanga fólk og gerði í álfuru. Tvær sögur manni á geithafrunum, önnur skeið og leið upp að Vesturkoti, til vinstri og í heimreiði Vesturkots, skammt frá Haldurskoti, stendur Torfkofi. Stóðu nokkri Hvaleyrra krakkar upp við kofan við veginn að spjalla saman einn af eldri strákonum sparkar hæl í hörð kofans bak við sig og endur tekur nokkur sinnum og segir: Þetta er geithafurinn, hann er að reyna að komast út. Eftir nokkur svona spörk og endur tekin sömu orð mér hægt að lítast á blikuna og segi: Ætli skrepp ekki heim og yfirgef hópinn. Fegin að þurfa ekki að horfast í augu við neinn skaðræðis geithafur. Hlátur hinna elti mig heim að dyrum sem eru í fáeina metra fjallað frá staðnum sem við vorum á. Ég skipti varð ég vitni að árás hafursins og skepna stangar Þorbjörgu húsfreyju Hvaleyrra bæsins og eiginkonu Geirs bónda. Horfði á hana hafna í göttinu og Skúla Geirsson, elsta son þeirra, stökkva til, snúa skepnuna niður á hornunum og þjarma að henni og þá báða að liggja á hlaði Hvaleyrrar að veltast þar og hjálpa hvorum öðrum við að þyrla upp sem mestu ryki. Mikið bröld. Tel geithafurinn hafa haft vinningin í rykmynduninni og segi málu mínu til stöðnist að maður hafi 2 fætur en geithafur 4 lappir. Hver keppir við slíkt? Þorbergs slapp með skrekkin reynslan verið henni óskemmtileg. Sá sem Geir bónda á Hvaleyrið koma gangandi niður Hvaleyrra tún heima frá sér með poka í hendi, klofaði við gataviðskirðingun og neðst á túninu, fast upp við veginn, banka út yfir Haldurskot og afhenda móður minni kindalæri en hún kom til dyra. Túnbletti fyrir neðan Haldurskot hefur Hvaleyrra bóndi til afnota. Kannski var kindalæri smái staklæti svottu fyrir þau. Kannski réð góðmennskan. Á Hvaleyrabæ býr indælt fólk. Óttar Geirsson, sonur Geirs bónda, svolítill fræðumaður í sér og margfróður stjörnur himins og kendi krökkunum stjörnurna með þeirra aðferð að láta allan hópinn leggjast á bakið á túninu og horfa til himins og fræða krakkanum eina stjörnu og aðra beintir ofan sig. Mann reyndar ekki eftir sjálfu með þarna, án þess þó að segja neitt til hvort svo hafi verið. Ýmislegt fleira var gert og eitthvað verða straugasögur sagðar í hlöðu og hlaði Haldurskot í dimmunni, hafa farið öfugt í áröndur og náða að skelfa þá. Krakkar sem heyrðu þurfa að herðast upp að draugasögustund lokinu og hlaupa hraðlaupi yfir bæ. Man sjálfur ekki nákvæmlega eftir þessu og barnið ég sjálfsagt komið í rúmið. Vatnsmól Haldurskot. Hvorki var rennandi vatni kamar til staðar í Haldurskoti á Hvaleyrið. Brunnu með fersku vatni í við hlið fjós og hlöðu og hlaði. Veit ekki almenn vatnsmál Hvaleyrra svæðisins né hvort manngerðu brunnur sé við hvort hús. Í eina tíð var allt vatn fyrir menn og skepnur sótt í einn náttúrulega brunn sem þar komi vera og menn bera heim í vatnsfötum. Kitti á vatnsbílnum. Kitti þessi bjó neðarlega á Kirkjuvegi í Hafnarfirði ásamt konu og 3 börnum þeirra hjóna. Hafnarfjarðarbær sér alla vatnsflutninga til Haldurskots. Klósett heimilismann á Hvaleyrið blikkvata í kjallara og í eldhúsi fyrir yngstu börnin. Minnist ég einna setunar á fötinu og útvarps á nokkrum styrk við hlið mér að spila söng Elvis Presley, King Crayola, kom út í febrúar 1958. Sem ég heyrði þá fyrsta sinn og fannst fallegur og finnst ennþá. Nokkur hljóðstyrkur tækisins segir mér að fleiri en ég hafi einnig hrifist.
Staður og stund rifjast upp. Man ég eftir kolaeldavél í notkun í eldhúsi Halldórsskot. Fljótlega eftir að Biggi bróðir hófa vinna í Rafa kemur í Halldórsskot ný Rafa eldavél. Er kolaeldavélin þá sett til hliðar. Gæti hafa gerst 1957-1958. Eitt atvik til viðbóta vil ég rifja upp. Nokkuð grasflötur fyrir neðan Halldórsskot sem tegir sig allt til enda vallarins í norðurátt. Fjaran það beint fyrir neðan. Fyrir koma í gengjum í öllu þessu risaháu grasi. Man ég vel að grasstráin náum vel upp fyrir höfuð mitt. Lengi velti ég hæð grasins fyrir mér og hafði hvergi annar stað séð þau hærri. Mörgum ára seinna kom skýring. Hún lá ekki hæð stráana, heldur smæð drengnokkans sem gekk í því. Stundum koma einfaldar skýringar. Ég grýtti fjörinni þar minnist ég grásleppu á milli steina sem satt eftir fjaraði. Hval yfirgefin. Vorið 1960, hugsanlega í maímánuði, flysti ég ásamt foreldrum mínu frá Hvaleyri. Flutningabíli rennur inn á plan Kirkjuvegar 19 og stöðvast, hefst verkið við að tína út húsgögn og bera inn í nýjar vistarverur. Forvitni krakkar úr hverfinu tína stað og flissa strákur heimasmíðaður eldhússtól tekin út úr bílnum. Hei, sjáuð eldhússtólinn og bendir á stólinn. Þetta staðið faðir mér síðar hlæjandi. Hver drengurinn veit ég ekki. Kannski bjó hann í nágrenninu. Hugur hjá að vera 6 ára dreng bundin öðru en fólki í kring og meira atburðum sem hann mitt inn í og finnast áhugaverðir. Sjálfsagt hafa húsgögn fjölskylduna verið fátækleg. Sum heimasmíðuð en gagnast fólkinu fullkomlega. Minnist ekki dýfast með gormi í gegnum dínu, en kannski var hann þarna með. Hlægilegi eldhússtóllinn var árum saman til á Kirkjuvegi 19 og í langa tíma eftir að götunafninu breytt í Hellisgata 15 sumarið 1962. Kóngsgerði, betri aðstaða. Í Kóngsgerði þótti manni aðbúnaður í eldhúsi ríkmannlegu og áhugaverðustur eldhúskraninn og vaskurinn sem auðvitað tók við vatni losar gegnum rör undir. Fyrir dreng eldhúsvaskur og eldhúskrani gríðarleg bútbót og mikil þægindi og algjör nýlunda. Heitt vatn kom síðar kolakynding í kjallara skipt út fyrir olíukynningu. Þá kom vasstangur fyrir ofan kynditæki sem framleiðir heitt vatn fyrir báðar hæðir. Síðar önnur olíumissu sett upp nokkuð stærri hinni og vasstangurinn fyrir heitt vatn hægt stækkaður. Eftir breytingar alltaf til nægt heitt vatn á Hellisgötu 15. Þess ber að geta að aldrei var hvorki baðinni styrta á neðri hæð en minnir að fólki á efri hæð hafi komið sér upp baðkari svipað leyti á vassalerni koma uppi og niðri og kamarskreflin 2 fyrir utan aflög. Ártöl svolítið á reiki. Eins og framkom á Kirkjuvegi 19 kolakynding. Eitt föstu liðana þessu sótugu karlar í samfestingum að bera á sjálfum sér kolapoka niður í kjallara og skilja eftir í kolageymslu til hægri inn í kjallaran kom. Mann eftir þessum kolapokum ekki eitthvað ört komu né hvernig fyrirkomulag dreifingar sé. Nokkri kolapokar stóðu eftir í kassanum eftir aðgörislu kolapokana. Vildu íbúa kynda húsin var eitt til ráða. Skreppa niður í kjallara, sækja kolapoka, grípa skóflu, moka kolum í eldstæði, bera eld upprúlaðar síðu mokkans væta hana steinolíu og stinga logandi inn í eldhólfið. Með þeim hætti kveikt upp í kolum kolakyndingar. Á og til þarf að reynsa skúffuna. Verkið bjó til kolsvarta mann í verklok og tómri skúffu. Mísarnir hversu óhreinni með verða af verkum og sumir lagnar öðrum við órenga sig. Eins og eitt góður sagði, hann gerir þetta til að aðri sjáu að hann hafi verið að gera eitthvað. Með olíufýningu hurfi ekki aðeins kol heldur og sótarinn með sótbustan á þakki. Olíu á þessum árum hræjótir vara og olíukynning ódýr leið. Þetta átti eftir að breytast. Kirkjuvegur 19, Hellisgata 15. Kirkjuvegur 19 tveggja hæða timburhús með 2 íbúðum og sér inngangi inn í báðar.
úr viðbyggingu. Áður en gengið til kjallara fyrst farið fram hjá 2 sambyggðum komrum fyrir efri og neðri hæð. Nokkurt vesen að fara á kamarinn fyrir spérhættan dreng með heilt kófélag Hafnfirðinga, söðlasmið og mjólkubúð gengt sér og fólk að koma og fara þar út og inn liðlangan daginn. Sjálfur mætti ég vandamálun með því að fara hringinn í kringum Kóngsgerði, standa vakt á kamarshorni, gæjast og nota tækifærið þegar enginn var á ferli og skjótast á innfyrir og krækja hurð aftur. Sama gilti eftir kamarathafnir. Lítil rifa sett á hörð, umhverfið skimað og réttu tími notað til að hverfa út og sömuleið tilbaka. Enginn mátti sjá, kannski sáu allir. Skildi ekki fólk sem gekk að raklest niður tröppurnar heima og fór hiklaust inn á kamarinn án þess í eitt skipti að horfa til hægri inn í vinstri. Við fluttum fannst manni kamarinn vera hreinn lúxus. Hann spannst eitt sinn smávegis umræði drengjahópnum hvort dugði betur kamar eða vassalerni. Sjálfur benti ég á kamarinn sem skári kost og gerði með þeim rökum að klósett geti stíplast. Einföld minn dreng sett fram. Hinir, held ég, tóku ekki undir rök mín. Eins og fyrr greini gerðist það sumarið 62 að nafni götunnar breytt í Hellisgata 15. Aldamótin 1900 tegið kirkjuvegur sig allt frá Reykjavíkurvegi til Garðakirkju í Garðareppi. Þangað gengu Hafnfirðingar til messu hvert sunnudag. Í dag kirkjuvegur lokugata og stuttur leggur sem hefst við Reykjavíkurveg og endar fast upp við Hellisgötu. Til hægri Siggu bær. Sigga var í áratugi umboðsmaður Dagblaðsins, Alþýðublaðsins og mikil alþýðuflokkskona alla tíð. Mamma, held ég, kaus Alþýðuflokkin en pabbi Sjálfstæðisflokkin. Kannski maður í dag bara pappastrókur. Endalok Halldórsskots. Eftir að við fluttum út stóð Halldórsskot lengi auð. Árum síðan fær Ársæll í Sveinskoti heimild til að hafa þar varphænur og manni eftir einu skipti maður gegðist á glugga og sér gólfflöt þakin hvítu gaggandi fiðufé að kyni varphænsna. Ársæll Grímsson í Sveinskoti það lengur öðru fólki með fé en engar kýr eins og skeði í áratugi og undan. 1975 flytur Ársæll ásamt konu sinni Hansínu úr Sveinskoti í fjölbýlishús í Hafnarfirði. Ársæll áfram með nokkra kindur ásamt að hengja upp á rár gráslöpu sem Grímur sonur hans aflar á gráslöpu miðanum gegn Hvaleyri, sem Ársæll grípur hann við í og verkar og gerir klárar og orðnar. Hvenær Ársæll alfarið fer úr Sveinskoti veit ég ekki en tel víst að sé fyrir árið 1980. Eldur lagður í kotið. Í byrjun 8. áratugar seinustu aldar var kotið Halldórsskot eldi að bráð. Þá, eins og fyrr greinir, komin í nýtt skipulag Hafnarfjarðar yfirvalda yfir Hvaleyrasvæðið og notagildið hugsað með öðrum hætti. Dag 1 mætir slökkvilið Hafnarfjarðar ásamt lögreglu í Hafnarfirði, húsið tómt og hænur, menn og rottur horfnar. Skömmu síðan loga byggingin stafna á milli og teygja eldungur sig út hvert glugga Halldórsskot. Eftir því sem ég heyrði var eldur nokkru sinnum slökktur og aftur kveiktur uns allt sem brunni gat brunnið upp til agna. Golfvöllurinn Keilir næsta skref og Ásta tvisti í ráðni starfsmaður Keilis í Hafnarfirði. Sagt var að Gráslöpul kallað með netsín Hvaleyrar megin fái fátt nema golfkúlur í netin og séu með hjálma á höfði við veiðiskapinn til varnar golfkúlu haglið á ofan. Á Hvaleyri í dag ekkert sem minnir á þessa tíma en hægt að staðsetja Halldórsskot og aðra bæi á táknum sem landslagið geymir og menn sem tilþekkja vita Eftir standa ágætis minningar sem engi sannir Hvaleyringar vildu hafa mist af. Gert 31. júlí 2023. Birt 24. september 2023. Kveðja Konráð Rúnar Friðinsson.